Hæ! Þetta gekk eins og í sögu sýnist mér. Þá ætla ég að kveikja á sjálfur mér hérna á símanum fram á mig svo ég sjái komment og svona. En við erum live. Gleðilegt nýtt tungl. Takk fyrir að hitta mig hérna og takk fyrir að fylgjast með. Þetta er alltaf jafn skemmtilegt finnst mér. Það er nýtt tungl í Vog í dag og það er nær hápunkti 11:05. Það er að segja bara núna eftir nokkra mínútur. Ég er með 3 stokka sem ég kem til með að lesa upp úr. Það eru stokkarnir Runic Odyssey, rúnaspilið mín, fallegu, og að sjálfsögðu Monology eftir Jasmine Boland. Þau eru bara alltaf með á þessum dögum. En svo ætla ég að nota þessi hérna engla tarotspil. Þau vildu vera með. Venjulega hef ég ekki notað tarotspil í þessum tunglögnum eða þessum svona skyndilögnum, má segja örlögnum. Bara því ég nálgast tarot svolítið öðru vísi heldur en önnur lesanarspil. Og þeir sem hafi fylgst með eins og bara stjörnuspánum mínum, þeir sem hafi komið á fundi til mig, þið vitið að það er aðeins öðru sem vinna hjá mér heldur en með annars konar spil. En ég ætla að prófa, en ég ákvað að ég ætla að nota þau síðast af því ég er með ákveðna tilfinningu fyrir því að það mun ekki duga að draga bara 3 spil í taroti. Þetta er bara eitthvað tilfinning. En ég ætla að sýna ykkur stokkana, setja myndavélina niður, leyfa ykkur að fylgjast með stokkunum og velja ykkur stokk til að tengja við og meðan ætla ég örlítið að segja ykkur frá þessu nýja tungli sem er í dag. Þannig að sjáumst aftur eftir. Hér eru stokkarnir. Við erum með Runic Odyssey, Monology og Angel Tarot. Nú, nýja tunglið sem við erum með í dag, það er nýtt tungl í Vog, í vogarmerkinu. Og því fylgir að það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að halda svolítið í jafnvægið okkar. Og fyrir marga reyndar þá, þið munu koma mörg til með að finna aukið jafnvægi. En þá er svolítið svona ákveðin lexía því að finna, ok, af hverju komandi jafnvægi, hvaða kemur að, hvernig skapaði ég mér það og taka það svolítið til sín. Það er ekki ólíklegt að hjá mörgum þá gerist hlutina mjög hratt þessa dagana, mikið að gera, mikið að verkefnum og fyrir vikið þá er þetta jafnvægi svo mikilvægt að halda jafnvægi í vinnunni sinni, félagslega sviðinu, einkalífinu, heilsunni sinni. Við erum öll að gera svo mikið. Við erum öll með svo margar skyldur út allt hér og þar. Þannig að þá er svo mikilvægt að finna jafnvægi þessu milli bara til þess að við keyrum okkur ekki út og eins líka svo við konum ekki bara af því að það er of lítið að gera. Og eins líka þetta jafnvægi á milli huga, líkama og sálar. Það er að segja líffræðilega heilsan okkar, huglega heilsan eða andlega heilsan og svo sálartengingin þar á milli. Þið megi kalla þetta það sem þið viljið. En eins og ég segi, núna reynir svolítið á jafnvægi þessa dagana. Og fyrir mörg ykkar þá er þetta rosalega ögrun af því að það er verið að taka ykkur fleiri verkefnum en venjulega og þið upplifið kannski eitthvað svona ákveðið jafnvægisleysi fyrir vikið. Fyrir aðra þá er það að þrífast vel í þessu. Þegar fyrir marga þá er það bara þannig að þeir halda betur jafnvægi þegar það er mikið að gera. Ég veit að ég sjálf er persónulega svolítið þannig, en ég er sjálf líka Vog, þannig að það kannski er ekkert skrítið að mér finnst gott að hafa mikið að gera. En svo ég minnist á þessu stokkun aftur, það eru rúnaspilin Runic Odyssey, Monology og Angel Tarot. Þannig að nú skulum við bara demba okkur í lesturinn. Og eins og alltaf þá á nýju tungli þá skoðum við svolítið hvað er að koma upp. Það er að segja hvað er verið að afhjúpa, hver megin skilaboðin eru og hvaða afleiðingar það kemur til með að hafa. Við byrjum á Runic Odyssey. Við byrjum að fá spil
það hvað að koma upp hjá okkur, það hvað að rísa í tilfinningalífinu okkur, í okkar persónulega heimi má segja. Það kemur rúnin Bergano, sem birkið, sem er frjósemin og vöxtur. Sýn ykkur hérna. Við sjáum að táknmyndin er ólétt kona, óbærslega fallegt. Frjósemi og vöxtur. Þetta getur þýtt ýmislegt. Þetta getur bókstaflega verið varðandi líkamlega og líffræðilega frjósemi, en á sama tíma þá þetta náttúrulega líka þessi listræna frjósemi, iðnaðarleg frjósemi, sköpunarkrafturinn, lífsorkan, lífsviljinn til þess að gera meira. Þannig að hjá mörgum ykkar er eflaust að blossa upp þessi þörf eða tilfinning til þess að gera eitthvað meira, skapa eitthvað meira, læra eitthvað meira, stækka svolítið svona sitt megið umhverfið og stækka svolítið það sem maður sjálfur er að gefa af sér út í heim. Þetta er mjög fallegt spil og þetta er mjög falleg tilfinning þegar maður finnur hana og það er svo gott að nýta hana. Þegar maður finnur þennan vilja til að gera, til að skapa, til að gefa af sér. Eins og ég segi, frjósemi getur verið svo margt og getur snert okkur á öllum sviðum. Vöxtur líka. Sum ykkar kannski taka þessu alveg bókstaflega og fara beint í líffræðilega frjósemi og það er dásamlegt. Þannig að kannski er bara hópur okkur að fara að búa til og eiga börn. Það er yndislegt. Svo kemur spil sem táknar hver megin skilaboðin á þessu nýja tungli er. Þá kemur rúnu Kenas sem er sköpun og þekking og á svolítið mikið við varðandi þessar frjósemisrún sem að þau fengu hérna fyrst. Þannig að megin skilaboð núna er einmitt þetta varðandi sköpuna, gleðina og gáfuna, nýta þekkingu sína, nýta innri þekkingunni og innri tilfinninguna til þess að búa til. Hvað er fegurra? Af því það er það sem við gerum í rauninni stöðugt og alltaf, þannig fáum við að njóta okkur, þannig vöxum við. Hvort sem það er í list, í vinnu, í iðn, í líffræðilegum skilningi að búa til börn, innan fjölskyldu, í félagslega. Þetta getur verið á öllum sviðum, en þessi vilji og kraftur til að skapa, við höfum hann öll innra með okkur og það er svolítið verið að benda á hann og biðja okkur að nýta það og njóta þess, sama í hvaða birtingaformi það kemur. Og við skulum fá niðurstöðu eða afleiðingu af þessu. Og það komur eftir tvö spil, þannig að ég ætla að leyfa báðum að fylgja með. Það eru tunglspil hér, sem er nýtt tungl, eins og í dag, sem er nýtt upphaf, ný hringrás. Og svo er rúnin Sovilo, sem er sólin, sem er sigurinn og orkan. Þannig að við sjáum það að með því að leyfa okkur að gefa eftir inn í sköpunar viljan okkar, sköpunar gáfuna og kraftin, ef við svona töppum svolítið inn í það og leyfum því að blómstra, leyfum því að vaksa, notum það, þá byrjar einhvers konar ný hringrás hjá mörgum okkar og ákveðið nýtt upphaf, ný kaflaskil í lífinu sem að mun fylgja mikil gleði, fylgja mikil orka og sigrar, persónulegir sigrar, sennilegast.
það er ekki annað hægt en að sigra í þessum aðstæðum þegar við leyfum sköpunargáfunni að njóta sín, sama í hvað birtingarmynd það er. Þetta voru skilaboðin frá rúnunum og þá förum við næst í monologi. Og aftur byrjuð á því hvað er að koma upp, hvað er að rísa. Það kemur blátt tungl. Believe in the impossible, trúðu á hið ótrúlega. Þannig að núna er tíminn til þess að leyfa sér að trúa að allt sé hægt. Þannig að þeir sem eru kannski búin að vera að velta fyrir ykkur ákveðnum valmöguleikum og búin að vera að rökræða svolítið við ykkur sjálf hvort að þetta sé gerlegt, hvort þetta sé rökrétt, hvort þetta sé raunsætt, þá hérna svolítið verið að ýta undir já en trúðu. Trúðu á drauminn þinn, viljan þinn, kraftin þinn, þrátt fyrir að það séu rök á móti. Að ef hjartatilfinningin er til staðar, þá er það þess virðis að eldast við. Við skulum fá því næst megin skilaboðin með þessu nýja tungli. Það kemur vaxandi tungl. The energy is gaining momentum, eða það er að segja orkan er að vinda upp á sig. Það er að segja orkan er svona snýst og vex, svolítið svona eins og snjóbolti. Þannig að með því að gefa sjálfum þér meiri trú á því ótrúlega, þeim meira fær það að vaxa. Og ég held að þessi mörg farin að taka eftir í því sem þið gerir, að þegar þið byrjið að leyfa ykkur að trúa, þegar þið byrjið að leyfa ykkur að hugsa að þetta er hægt, mér langar þetta og ég held ég geta þetta, þeim meira sem þið trúið, þeim trúlegra verður það. Ég vona að þetta skiljist almennilega. Og þá verður einhvern veginn svona hugmyndin vex ör og hraðar og þetta verður stærra og þetta verður raunsærra. Þannig að þetta verður alltaf svona verður auðveldara að trúa á það sem manni fannst tíma vera algjörlega ótrúlegt. Þannig að það er vöxtur. Og þetta er svolítið spurningun að hvaða hugsa maður setur svolítið út frá sér, út í kosmosin. Ef við stefnum eitthvað ákveðið í lífinu eða varandi við eitthvað verkefni að drauma, þá með því að segja upphátt eða hugsa út í heiminn, þetta gengur, þetta virkar, þá náum við betur að samfara okkur sjálf að þetta sé í alveg hægt og við raungerum, við sendum einhvern ákveðna ásetning út í loftið, kosmosið, hvað sem við viljum kalla það. Og það verður geranlega. Það verður auðveldar að trúa að þetta sé hægt. En við skulum fá niðurstöðu af þessu. Og við fáum mitt tungl sem er hold your vision eða haltu þinni stefnu. Haltu áfram, haltu þinni stefnu og þar að auki má segja að fylgi þessu gaktu þann veg sem þú boðar. Vertu sannur eða sönn sjálfum þér. Og það er verið að biðla til einhverja að halda áfram að raungera drauman ykkur, að halda áfram að trúa, halda áfram að vaxa, halda áfram í þessum vexti sem þið eruð í, halda áfram að raungera. Það mér finnst það mjög skýrt með þessu spili sem að
ég hreinlega held ég hafi bara aldrei séð koma úr stofnum áður, að það er verið að hvetja ykkur áfram, haltu áfram. Það er það sem kemur alltaf bara mjög sterkt aftur og aftur, haltu bara áfram. Bara það getur þetta er ekki óraunhæft, haltu áfram í vexti. Þetta voru monologi. Þá ætlum við næst að taka Angel Tarot. Þess að ég segi þá, ég ákvað að taka þetta síðast, af því að tarotspil eru fyrir mér aðeins öðru sig heldur en önnurlega sjónarspil. Þau hafa sína eigin speki og þetta er einhver tilfinning hjá mér að það muni ekki bara koma eitt spil í hvern dag. Og þeir sem hafi fylgst með mig, þeir vita að ég vinn svolítið flæðandi með tarot og ég vinn svolítið náið með tarot líka. Þannig að kannski verður þetta svolítið lengri lestur á venjulega líka. Við sjáum bara hvað gerist, en við byrja því að fá spil fyrir hvað er að koma upp, hvað er að rísa. Og það sem er rísandi hjá ykkur núna, það sem er að koma í ljós, líka dagsins ljós. Við erum með riddara í vatni eða bikurum og 6 í lofti sem eru sverðin. Það sem er að rísa hjá mörgum ykkur hér, það er ást og það er kærleikur. Þetta er líka varandi sköpunargáfu. Riddari í bikurum er mjög tilfinningarík, kreatív vera og svona með mikla samkennd þar að auki. En þetta er svolítið svona tilboð til þess að hefja inn í sambönd, leyfa sér að elska, leyfa sér að vera ástfangin, mögulega stækkun á samböndum, rómantísku samböndum, við starfið í skuldbinding, trúlofanir, brúðkaup, þess háttar. Þessu fylgir engu síður þörfin til þess að halda jafnvægi á tilfinningarlífinu og sérstaklega þegar kemur að öllu þessu félagslega. Þetta gæti líka verið tilboð inn í svona félagslegt element. Þetta er alltaf mjög svona mikið samkenndarspil varandi sambönd og samskipti. Þarf ekki endilega að vera rómantísk sambönd, getur líka táknað vináttur. En þetta fylgir svolítið voginni og nýju tónlíf og að félagslega þörfin gæti aukist hjá mörgum. Og þörfin til þess að fara út og vera á meðal fólks og jafna út félagslega hliðina til hliðar við allt hitt, allar hérna skuldbindingarnar okkar. Svo er þessi 6 í sverðum og hún boðar hér að hlutinir eru svolítið að upplið, það sem er búið að vera íþengjaðir er að fara að létta af. Það er verið að fara að sjá fyrir endan á erfiðleikum. Þannig að þetta er svolítið, það er að fara að létta svolítið á þér eða ykkur. Og svona félagslegri, tilfinningalegri, rómantísk tilboð að fara að detta svolítið inn hjá okkur núna. Og verða auðveldir en þau voru áður. Þannig að það verður einhvern veginn svona jafnara flæði finnst mér heilt yfir á félagslega sviðinu. Þannig að ef það hafa verið erfið samskipti eða svona einhverja erfiðleikar við að fara út, ekki tími til að sinna vinunum eða sinna sambandinu sínu eða hvað nú, þá er það svolítið að fara að leysast núna, finnst mér.
þá skulum við fá spil fyrir megin skilaboðin í þessu nýja tungli. Spilin sem komu hér eru örlagahjólið og tunglið. Örlagahjólið er hér sem táknmynd jákvæðra breytinga, nýrrar hringrásar og það eru ekki örar breytingar, þannig að það er svolítið verið að kippa í. Þannig að hlutinu gæti gerst svolítið hratt núna, en heppnin er með þér, það eru auki. Tunglið er hér sem táknmynd innsæðisins. En á sama tíma í rauninni hið óþekkta og óvissunar. Þannig að hér er verið að benda svolítið á að þú þarft að treysta innsæðinu þínu þrátt fyrir að hafa ekki alltaf alla vissuna, þrátt fyrir að vita ekki allt, þrátt fyrir að vita að það er ekki plan fyrir öllu, þrátt fyrir að vita ekki hvað er í gangi eða í rauninni þrátt fyrir alla óvissuna, að trúa samt og treysta á þitt innsæi og leyfa þér að halda áfram að gera jákvæðar breytingar í lífinu. Þetta er svolítið verið að biðja að sleppa tökunum á ákveðnum ótta, á óttanum varðandi óvissu og hið óþekkta. Þegar við komum aldrei til með að vita alveg allt og það skiptir engu máli hversu vel við plönum okkur bara heilt yfir almennt í lífinu, að það fer aldrei nákvæmlega eins og við höfum ætlað okkur eða hvernig við plönum, að því að við vitum ekki alltaf allt. Þess vegna þurfum við samt að treysta á okkar eigin vissu, okkar eigin innsæi, treysta því að hlutinni fari vel og gera samt þrátt fyrir að vita ekki. Að lokum skulum við fá niðurstöðu eða afleiðingu. Það komu 3 spil hér. Fyrst kom gosi í eld sem er það sama á gosi í stöðum. Og það eru nýjungar, ný tilboð og ný þekking, mikið framandi. Þetta er svolítið svona opnun á nýja möguleika, fróðleiksfýsi, námsfýsi, forvitni. Svona það opnast fyrir mér einhvern veginn svona, það verið að opna fyrir þessa forvitni sem fylgir okkur gagnvart lífinu, gagnvart því að prófa eitthvað nýtt og hafa hugrekki til þess að prófa eitthvað nýtt, hvort sem það er nýtt nám eða ný vinna eða nýtt ferðalag eða hvað nú. Það er svona, fylgir svo lítil stækkun og opnun á heiminum fyrir þessa einstaklinga. Svo var drottningi í vatni sem er drottningi í bikurum og henni fylgir hér að sambönd þroskist upp á nýtt, upp á önnur svið, upp á svona næsta stig. Það er mikil ástæðna, það er mikil kærleikur, það er þolinmæði, þannig að
sambönd koma til með að vaxa enn frekar og dafna og þróast svona inn á sitt næsta þroskastig. Þessu fylgir samt engu að síður með áminningu að treysta innsæinu og huga að sjálfum sér, líkama, anda og sál. Þriðja spilið er sexa í jörð eða sexa í mynd, fyrir ykkur sem þekkir tarotið þannig. Því fylgir veraldlegt jafnvægi, hvort sem að það er innan heimilis, í fjárhag, innan fjölskyldulífsins. Þetta er svolítið þetta áþreifanlega. Gæti verið að detta inn nýr starfsframi, ný vinna, einhverjir peningar koma inn eða mögulega að losa sig undan skuldum. Það fylgir svo mikið jafnvægi, svona jafnast svolítið réttlist úr bátnum svona í veraldlega aspektinu í lífinu einu varandi. Sérstaklega finnst mér fjármál og mér finnst mikið þessu snúa svolítið að þegar það er verið að bæði að benda á að treysta svolítið innsæinu og því sem þú vilt gera, fara eftir sköpunargáfuna og tilfinningunni, treysta á að það gangi upp þrátt fyrir mikla óvissu, að það opni svolítið heiminn og víddina fyrir þig til þess að skapa þitt eigið og koma þér á jafnari stað veraldlega líka, þrátt fyrir að í dag þér finnist þetta kannski vera einhvers konar áhætta, að þú veist ekki hvernig það fer. En mér finnst þetta vera frábært tækifæri sem stendur til boða fyrir. Þetta kemur líka til með að þroska þig mikið á tilfinningarlega sviðinu. Bæði varandi þínar eigin tilfinningar og í samskiptum og samböndum, af því að það eru tvö spiljana sem benda líka svolítið á þroska innan sambanda. Það þarf ekki endilega að vera parsambönd eða rómantískt sambönd, hjónabönd eða hvað nú, þetta getur líka verið vináttur, systkinasambönd, foreldrasambönd, samstarf við annað fólk. Þannig að þetta er heilt yfir svolítið ábendingu að ef þú treystir innsæinu, gefur þetta rými til þess að taka sénsinn þrátt fyrir óvissuna, taka á þeim ótta, að það fylgir því mikil opnum, mikil þroski á mörgum sviðum. Þannig að núna er svolítið tíminn til að leyfa sér að taka sénsinn og eltast svolítið við það sem mann langar til að gera. Fylgja innsæinu og hjartatilfinningunni. Þetta voru englatarot. Það ætla ég að setja skjáin upp aftur. Hæ. Þá er þessu lestri lokið upp úr þessum 3 stokkum, mjög áhugaverðar lagnir allt saman og fallegar. Ég er að minnsta mjög ánægð með þær allar bara mjög jákvæðar og skemmtilegar. Það var áhugavert að prófa að taka tarot inn í þetta. Það lengdi viðburðinn aðeins, tók ég eftir, en það var alltaf gaman að gera tilraunir. Eins og einhver sáu þá sett ég post inn á síðunum minni í gær varðandi að ég er að bæta við þjónustu hjá mér með vídeolagnir og það er opið fyrir bókanir hjá mér bara í gegnum skilaboð og eins líka fyrir þá sem vilja styrkja starfið, styrkja fríuvinnuna sem ég geri og styrkja það að aðri geti sótt leið til mín á þess að þurfa að kosta það sjálfur ef að aðstæður eru þannig að þeir geta ekki, þá stendur það líka til boða. Annars þá verð ég aftur hér live á fullu tungli 20. október. Þá er það minnum mig fullt tungli í sportdreka, ég man það ekki alveg, en það verður líka afmælisdagur minn. Ég á afmæli á fullu tungli núna, það er mjög skemmtilegt og verður örugglega mjög
frálega dagur fyrir mig. Ég svona sýnist það. Ég á stóramæli þar auki. Þannig að það verður bara spennandi og áhugavert. Þá segi ég í bili bara takk fyrir mig og sjáumst næst.